Sigurjón Þór eða nokkuð? Og fyrir DH er það Tómas Ingi og ok, ekki bara auðvitað og fyrir Garðarabæri 1 og en við KR er Hlöðver, Ársól, Skúli, Anne og Hella. Ég síðast að vera 15 sem eru með Takk fyrir. Og við þakkum kjörbréfanefnd kærlega fyrir vel unnin störf. Þá förum við yfir fundargerð síðasta þings. Fundargerðin hefur verið á vefsíðunni bortennis.is frá síðasta þingi, deginum eftir eða samdægurs. Eru einhverjar athugasemdir gerðar við þá fundargerð? Finnur er mjög hrifinn af fundarstjórn og vill hafa hann á 2 stöðum. Ef að engar athugasemdir eru gerðar þá bara álítum við hana samþykta. Frábært hvað mikið klappað. Já, ég klára að heyra. Næst erum við með ávarp gesta og það er hann Kári Mímisson frá ISI sem að ég vil bjóða velkomnum upp í pontu. Gefa honum gott klapp. Já, formaður, þingforseti, stjórn, þingheimur og aðrir góða gestir. Já, mér finnst ekkert rosalega gaman þessu ávarp, en það var búið að bóka 3 tíma fyrir þetta og þú veist, þá skulle ég bara masa hérna upp í pontu alveg eins og ég vilji, sko. Það er ekkert andum. Nei, ég er bara gaman að vera með ykkur hérna, eins og flest eitthvað vita, og spilaði einu sinni bortennis, þannig að þetta er sérstaklega tími fyrir mig. Ég fær ykkur kveðju frá forseta ISI, stjórn og öllu starfsfólki þess og megi þingið ykkar fara vel fram. Hlutverk og skyldur íþrótta- og ólympíusambandsins eru miklar en hjá okkur eru 34 sérsambönd, 25 íþróttafélög, 50 viðurkenndar íþróttagreinar og yfir 400 íþróttafélög. Það er mikið að gerast hjá okkur þessa dagana. Hjólaði vinnuna var sett núna í byrjun mánaðarins.
bara öflugur þjálfari heldur líka frábær leikmaður og dæmi það hvað bortennis góð íþrótt til þess að vera eins og æfing, eldast og halda áfram að æfa og vera flottur leikmaður. Þannig að við Stjáni sættumst á það að ég myndi mæta á IFR-æfingu á morgun og fimmtudaginn og afhendunum merkið, en ég hvet ykkur að síður til þess að klappa fyrir honum. Nú, þá komið að einstaklingi sem var látin vita fyrirfram að hann myndi fá verðlaun. Það Hlöðver Steini Hlöðversson, formaður bortennisdeildar KR. Stjórn BTI sem að fáir hafa verið svo lengi. Og svo tók hann sér ekki nema árshlé og ákvað að verða formaður gömlu deildarinnar sinnar bortennisdeildar KR í framhaldinu. Það frábær þjónusta í þágu hreyfingarinnar og að halda áfram svona óeigingjörnu starfi og ólaunuðu í allan þann tíma. Hann hefur verið rosalega duglegur fyrir hönd BTI að stýra mótamálum og áreiðanlegur og hefði örugglega fengið mætingaverðlaun á stjórnarfundi ef að þeim hefði verið að skipta. En hann Hlöðver hefur verið alveg til fyrirmyndar hvernig hann hefur farið frá því að vera leikmaður yfir í stjórnandi og á þessum tveimur stóru vettvöngum og fyrir það fær hann silfurmerki BTI og við klöppum fyrir honum. Bara að vera. Flott, já. Þetta einhver nýð festing, ég kann ekki á það. Þetta skrúa. Skrúa? Taktu mynd af skrúinni. Gesturinn dagsins. Það mjög góð spurning hvernig þetta fest. Og það sé svona aður. Þurfti að, þú veist. Bara haldið upp með það að það var ekki bara Akkur þarf að breyta ykkur sem virkar. Já. Ok. Það verður það bara svona. Sem að þú stæla að standa það. Nei, þú getur. Ætla að fara þarna bak við þetta. Hlöður. Hlöður, viltu segja einhver orð við þetta tilefni? Nei. Það bara fínt. Takk. Og ég ekki vera með honum. Já. Og þá koma verðlaun sem eru kannski meira svona leyniverðlaun eða vonandi eru það. Stjórn Bortennissambands Íslands vill veita silfurmerki BTI til hans Finns Hrafns Jónssonar fyrir frábær störf í þágu hreyfingarinnar mjög óeigingjörn þar sem hann hefur í áratugi mætt til þess að taka ljósmyndir af bortennismótum í mjög háum gæðum sem að hjálpa íþróttina okkar að líta faglega út og vekja verðskuldaða athygli. Fyrir utan að hann bara frábær bortennismaður og allir ánægð með hann á æfingum og bara rosa hrifin af því að hafa Finn með í sínum félagsskap. Þannig að stjórn BTI vill endilega klappa fyrir honum. Þarftu að gefa Finni tækifæri til að leysa þetta sjálfur? Það var þú, ég það bara bjargunum fræðið að þjóða þessu. Viltu hjálpa okkur kannski? Þetta bara mjög snúið. Þetta nefnilega það eitthvað svona lítill penni eða en ég kann ekkert á þetta. Þú ítir þessu niður og á þetta losna út. Sko. Ok, hvernig setjum við þetta saman? Þú mátti fara næsta líka. Ok, ég veit ekki það. Já, ég ætla ekki að setja þetta saman ef þú lendir í sömu vandræðum. Þetta líka gestur fyrir svona. Ok, og tökum við einu svona handabandsmynd. Glæsilegt.
glemdum að bjóða Binni takk. Og þá það vonandi ein laumuverðlaun í viðbót. Sigurjón Ólafsson hefur tilkynnt að hann ætli ekki að gefa kost á sér lengur í stjórn BT. Hann fær hér silfurverðlaunin fyrir sitt frábæra starf í þágu sambandsins. Fyrir 4 árum síðan þegar ég var kosin formaður þá kom Sigurjón með í stjórn og ég myndi alveg kalla það að hann hafi lyft grættistaki í þágu sinnar sérþekkingar að hafa fært vefsíðuna til þess staða sem hún í dag. Og ég bara man ykkur að finna vefsíður hjá öðrum íþróttasamböndum sem eru flottari en okkar, fyrir utan hvað hún virk, þar sem hann hefur verið frábær í að skrifa fréttir með henni Ástu fréttastjóra. Og fyrir 4 ára í stjórn og þessu frábæru vefsíðu vinnu fær Sigurjón Ólafsson silfurmerki BT. Þú veist þér að koma mér óvast. Yes, það var markmiðið. Yes. Þú mann þessu samverður. Ég veit að ég gæti stungið í söngur á blóðrás. Bara haldið að því kannski út af þessari peysu. Já, nú ég bara það. Viltu segja eitthvað það? Já, bara óvendur heiður og bara þykir mjög vænt það og bara, já, takk fyrir og bara gaman að vera hluti af þessu samfélagi og lært eitthvað smá af mörgum. Já, svona. Svona hvað það sem Glæsileg. Og já, þá þykir mér að hluti til svona aðeins vandræðalegt að þurfa að setjast niður næst en ég held að Sigurjón ætli að sjá eina yfirbót. Ekki vona þessu. Herri, já, við félagar Auðar Tinnu í stjórn Bortensambands Íslands erum einróma að veita henni viðurkenningu fyrir ómetanlegt framlag hennar til bortennis íþróttarinnar í 2 áratugi. Auður Tinna var kjörin formaður BT árið 2022 og þá var hún fyrsta konan til að vera kjörin formaður í 50 ára sögu sambandsins. Áður hafði hún starfað sem bortennisþjálfari og bortennisdeild KR í 15 ár, þar á meðal hafði hún sem þjálfari stúlknaflokka og yfirþjálfari deildarinnar. Auður sat áður í stjórn sem ritari sambandsins á árunum 2016 til 2020 og sat auk þess í útbreiðslunefnd í 2 ár. Hún einnig í fámennum hópi sem hefur hlotið réttindi sem alþjóðadómari og lagt sitt af mörkum til að auka fagmennsku í dómarastörfum í bortennis. Auður Tinna hefur lagt miklu áherslu á útbreiðslu íþróttarinnar í sinni formannstíð þar sem hefur náðst merkilegur árangur en á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun félaga land allt þar sem bortennis stundaður. Það hefur verið einstaklega gefandi fyrir mig sem nýliða í hreyfingunni að átt þess kost að sitja í stjórn BT í síðustu 4 ár og fá að njóta þess eldmóðs og ósérhlífni sem Auður Tinna hefur sýnt í þágu íþróttarinnar. Þannig að takk innilega Auður Tinna, við vonandi munum við njóta áfram liðsins þíns í ákomin ár íþróttinni til framdráttar. Þú ert einstaklega vel að þessari viðurkenningu komin og við biðjum að koma hér upp og veita gullmerki BT viðtöku. Ég skal bara halda því hins. Já, viltu halda það svona bara? Já, það er auðvitað. Glæsilegt. Takk fyrir. Takk fyrir því að ég snortið. Þá óskum við öllum verðlaunahöfum til hamingju, viðurkenninguhöfum fyrirgefið. En áfram höldum við og næst ætlar fráfarandi stjórn að gefa skýrslu og bið ég Auði Tinnu formann að koma hingað í pontu. Ársskýrslan hún var birt á heimasíðunni í gær
og er 20 blaðsíður af því helsta sem að hefur gerst á undanförnum 12 mánuðum. Það eru nánast 365 dagar upp á ár síðan síðasta ársþing var og þarna erum við sem með umfjöllun ársþingi í fyrra, verðlaunahafa, viðburði A-landsliðs og unglingalandsliðs í fyrra, en Peter Nilsson var ennþá landsliðsþjálfari á vordögum. Það voru ýmsar flottar unglingalandsliðsferðir sem að þið sem eruð í þessum sal þekkið flest vel. Spennandi verkefni eins og Ólympíuhátíð Evrópu æskunnar sem að borðtennis er sjaldnast hluti af. Hérna textu það þegar að Sindri Ótekinn frá Noregi var ráðinn landsliðsþjálfari og Ársæll Aðalsteinsson aðstoðarlandsliðsþjálfari í haust. Mynd af þeim. Mót hjá A-landsliðsleikmönnum. Úrslit hjá unglingalandsliði. Svo mótahaldið innanlands. Það var frábært að fá Ice Group sem styrktaraðila í lokamótið í fyrra og Von Harðfiskverslun með gullfisk flottir viðtakendur þess keflis í ár. Íslandsmót öldunga var í Snælandsskóla, fór fram með ágætum, aldrei fleiri félög á því móti. Mót í Bolungavík, Ýmismót, deildin, BH Open, sérlega fjölmennt mót, alþjóðlegt líka. Rigg, bikarkeppni, Íslandsmót fatlara og við teljum að sé svona sérstaklega jákvætt að það sé nú komið inn á styrkleikalista BT og haldið svona aðalega af IF en í samstarfi við okkur í BT. Landsdómurum hélt áfram að fjölga, það voru 15 nýjir landsdómarar á höfuðborgarsvæðinu og svo 3 á Vestfjörðum til auka. Íslandsmót fullorðinna, því hefur nýlega lokið. Titlar dreifðust nokkuð jafnt í ár milli einstakar leikmanna, fyrir utan kallamegin þá var Ingi Darvis allsráðandi. Á Íslandsmóti unglinga var með þáttaka 130 keppendur 15 félög, aldrei fleiri félög keppt á mótinu. Með bættum held ég 2 félög með þessu. Stórmót HK, deildakeppni, gaman að 4. deild kalla hafi verið spiluð í fyrsta skipti. Hérna sjáum við deildarmeistara í 1., 2. og 3. deild. Úrslit í deildinni, Víkingur sigraði tvöfalt, Víkingskonur og Víkingskallar í úrslitakeppninni. Útbreiðsluverkefni voru ýmis, þar sem er svona helst að nefna, ég hef þetta mun styttra en í fyrra, er að sambandi fékk í samstarfi við Héraðssamband á Vestfjörðum 1 milljón króna styrk til þess að efla borðtennis á Vestfjörðum og félagið á Patreksfirði sem eru undan breyttum nafn síðan þetta byrjaði. Hérna mætti með 9 iðkendur á Íslandsmót unglinga, þar eru mjög flottar æfingar 2 í viku, eins og þangað. Og það eru sem sagt 5 önnur félög á Vestfjörðum sem í vor byrjuðu með æfingar allavega 1 sinni í viku. Þannig að það er mikilvægur vaxtarsproti sem við ætlum að halda áfram að styðja við meðal annars með Vestfjarðamóti í lok þessa mánaðar. Hérna er nefnt með unglingalandsmótið, það var flottur borðtennisviðburður með 185 leikmönnum þar, það gildir þó ekki á styrkleikalistan, þetta er skrítið form þar sem er keppt bara 2 lotur getur endað í jafntefli. Sambandið hjálpaði mörgum félögum á árinu með skipulagsaðstoð, munar mikið að hafa Stefán í hlutastarfi líka í því samhengi og 2 sterk íþróttafélög utan Vestfjarða öskuðu síðan nú í vor eftir aðstoð að hefja borðtennisæfingar, vonandi meir það í haust. Hér kemur Kári var endurkjörinn í framkvæmdastjórn ISÍ. Ný afreksstefna var samþykkt í lok árs. Hannes og félagar fóru á heimshátíð borðtennis til heilsubótar. Úthlutað var úr styrktarsjóði. IFR sendi keppendur á Para Open í Malmö. Þeir 11 þjálfarar sem luku ITTF-lefilegt þjálfaranámskeiðinu í apríl í fyrra, 7 af þeim hafa lokið 30 tíma þjálfun, þar af 5 klukkstundum með eftirliti og 5 klukkstundum með fötluðum iðkendum sem myndi teljast mjög góður árangur og hinir 4 halda áfram. Það var ekki almennt alþjóðadómaranámskeið á árinu en ég fór á netnámskeið í stjórnun borðtennissambanda á vegum alþjóðaborðtennissambandsins sem tók viku og var mjög lærdómsríkt. Guðbjörg Vala og Ingi Darvis voru borðtennisfólk ársins og hérna síðasta er að vefurinn hélt áfram að fá mikla umferð og vera mjög virkur, 229 fréttir á árinu, 126.000 lestrar sem var 12,5% aukning frá því fyrra. BT hóf notkun á TikTok á árinu, hvetjum ykkur til þess að skoða það, fullt af skemmtilegu myndböndum
sem hluta af verkefninu Borðtennismaður mánaðarins sem hefur verið í gangi frá því í ágúst og það kemur líka texti alltaf það inn á borðtennis.is í hverju mánuði. Stefán Ingvar stýrir því. Það jafnaði að horfa 1000 manns á hvert myndband á TikTok en 3 vinsælustu myndböndin eru með nokkuð meiri áhorf sem eru með Antoni, Sól og Benedikt Aron og skemmtilegum sögum frá þeim. BT var áfram virt á Instagram og Facebook á árinu. 2 vinsælustu færslurnar fengu mjög mikla athygli á Instagram, önnur í samstarfi við RÚV með Sól sem fekk tæplega 19.000 áhorf af því þegar hún vann og sýndi miklar og fallegar tilfinningar af sigrinum meistaraflokki kvenna. Og svo rúmlega 14.000 með viðtal við Agnesi Lofíu sem mjög efnileg í IFR og af hverju borðtennis frábær íþrótt til að iðka. BT jók síðan útsendingar frá mótum sem eru vistaðar á YouTube á Sambandsins í krafti tæknikunnáttu Stefáns Ingvars og frábært að geta nýtt aðstoð hans og sérþekkingu og ekki alltaf þurfa að leita til dýrra fagaðila. Og það var skýrsla stjórnar. Takk fyrir þessa skýrslu, Auður Tinna. Næst ætlum við að leggja, eða við, ég ætla ekki að gera neitt. Næst ætlar stjórn að leggja fram fyrirgefiði reikninga með áliti skoðunarmanns og það vert að taka fram að Pétur Símsen Árni Símsen var annar skoðunaraðilinn og er það álit lögmanns ISÍ að þrátt fyrir sorglegt fráfall hans þá telst hans skoðun gild og þá ætla ég að biðja Má gjaldkera að leggja fram reikninga sambandsins. Guðrúnu, ég ætla að biðja annað hvort ykkar að leggja fram. Ég get gert það. Kannski Má bara, ég ætla að biðja Má að leggja fram. Stefán þessi 8 með tapata. Sem hann skammaði skjali. Þetta. Er Excel-skjali hér líka? Já. Sko, hér er ársreikningurinn og hérna, þetta afrit hér er þá að ég skrifa undir og ég fekk Kristján Örn til að fara yfir þetta með mér og þá er ég búinn að skrifa undir og hann hér, skoðunarmaður, reiknings, Kristján Örn, hann skrifa hér undir og við erum búin að setja stafi okkar hér og hér er sundurliðanir á reikningnum en það sem að ég held sé kannski betra að einblína á svona stóru myndina, við getum farið í gegnum þetta kannski á eftir, er að líta á Excel-skjal hér sem að sýni þá hvar stakka ég þetta? Er það vinstra megin? Ég kann ekki á Apple. Græni punkturinn? Já, þú veist þannig að þetta fær út að allir. Þetta alveg stórt svona. Já, nei, á gluggan fyrir. Já, gluggan, já, svona já. Svona, takk. Hér erum við, það er kannski betra að sjá, ef við lítum hér á rekstratekjur, að rekstratekjur, þá erum við hér með rekstratekju 24, síðan hérna áætlunina fyrir áætlun sem við gerðum seinasta ár fyrir 25, síðan eru rauntekjur hér og áætlun hér er síðan fyrir 26. Og við í fyrra þá vorum við með hér hérna tekjumegin þá var svona, það var ekkert sem var í hendi, minnskosti í farvatnuna, það eru mikla breytingar, þannig að hér vorum við að færa okkur frá að tekju yrði svona bara í svipum takti og ári áður og myndi kannski aðeins aukast í svona það bil samræmi við verðbólgu.
þannig að þá var gert ráð fyrir að 14,3 milljónir að það yrði 20, að það fari upp í 15 milljónir. Hins vegar eru hér nokkri liðir sem gerða að verkum að tekjur sambandsins voru töluvert hærri og og þá það eru hér í grænu er búið þá að sína helsta mismun og það er þá að afreksmannasjóður hefur aukist verulega, lottógreiðslur hafa aukist og síðan hafa þátttökugjöld aukist líka. En svona stóra stærsta breytingin er hér afreksmannasjóður og ég gleymi þetta hér að hér fengum við ungmennalandssjóð styrk sem að er í raun og veru eyrnamerkt fyrir unglingastarfsemi og það kemur aðeins fram hér hjá okkur. Ég ætla að biðja Auði Tinnu á eftir að aðeins að útskýra af hverju vorum að fá þessa aukningu og ef ég fer hér þá í gjöldin að þá vorum við árið 24, þá vorum við með þessa tölur hér, 15,7, en bara í svipuðum takti og ég var búinn að gera ráð fyrir að þetta yrði eitthvað svipað árið eftir, að þá jókst þetta svona svipað í samræmi við verðbólgu en þó ekki alveg. Landsliðið, við vorum að gera þá samning við Sindre, áður hafði kostnaður verið töluvert mikill vegna Peters og við náðum aðeins að hagræða og ég vona að við höfum samt fengið betri æfingar með Sindre og eins og framkom hjá Auði Tinnu áðan vorum að fá Sindre til liðs við okkur og hann er ekki bara eftir sem að ég best veit frábær þjálfari, hann er okkur innan handar við að móta framtíðastefnu, bæði útbreiðslu og búa til vonandi einhverja framtíðasnillinga og síðan hér voru laun hér áður og áætlunin var 2,5 og launakostnaður var aðeins minni og og það gerði að verkum að í fyrra þá var við gerðum ráð fyrir að það yrði tæplega 1 milljón króna hagnaður en afsakið tap og við hefum og eins og þið sjáum við kannski hér er ég búinn að skrifa niður tap fyrir ára var töluvert hærra sem að þýðir við höfum verið bara þegar ég byrjaði stjórn árið 22 að þá átti BTI inn á reikningi í kringum 14 milljónir, ári áður höfðu það verið 20 milljónir og það sem að þá var verið svona að vera að nýta þetta umfram fé til þess að virkja starfið. En síðan vorum við komin í það bil 5 milljónir og þá vildum við aðeins stíga aðeins á bremsurnar og gerðu þá ráð fyrir að við myndum trappa okkur aðeins niður en eins og framkom hér áðan að rauntekjur á árinu voru töluvert hærri heldur en við höfum áætlað og það hefur við höfum lagt mikið auki hér þá kostnaðarvarandi landslið sem sumpart skýrist af því að þessi ungmennalandssjóður er eyrnamerktur, það þarf að eyða þessu fjármagni strax, eða hérubil strax. Við höfum verið að auka kostnað vegna útbreiðslukostnaðar, vegna útbreiðslu og ég held að það sé bara, það er nú bara hreinlega saga til næstu bæjar og jafnvel næstu ríkja, hversu mikla vinnu er búin að leggja í það. Nú og þetta segir kannski ekki alveg alla söguna því að með því að fá Stefán til okkar að þá höfum við náð að draga aðeins úr skrifstofu stjórnunarkostnað að svona kannski önnur verkefni að Stefán með því að hafa hann í vinnu að þá höfum við náð að
virkja hann er snillingur í að svona eins og bara taka upp viðburði og annað slíkt og þá hefur við síður, jafnveg þó hefur verið að fá eitthvað svona súkulega kleinu samninga hér og þar að það hefur einhvað síður áunnist eitthvað. Ég nefndi það í fyrra að Auðutinna var búin að vera í, ég man ekki hvaða prósent ég sagði satt best að segja, en sko ég er ekki íkja þegar ég segja að Auðutinna er búin að vera bara síðustu ár verið oft bara í 60-70% starfi fyrir BTI hér og og það eru þetta kannski ekki alveg sjálfbært og þess vegna sáum við fram á það að það þyrfti að ráða manneskju í til lengri tíma þannig að við erum núna að gera ráð fyrir að ef ég fer hér aftur upp, fæ ég skottast aftur upp hér áætlun 26 það er svona svipusaga og er með ári áður að hér er verið að gera ráð fyrir að hlutinir verði ansi svipaðir þið sjá að hér er bara búið að bæta við 100 ég hef bara gert 100.000 kall á alla liði bara örlítil hækkun og hugsanlega er það eitthvað vanmat út af verðbólgu en áætlunin hér er að tekjur aukist eitthvað 100.000 kalla og kannski er ég svona aðeins svona bara gamli bankamaðurinn í mér og maður á verðbréfamarkaðum hugsar, ef að hlutir hækka of mikið, þá geta þeir fara aftur niður og hvað veit ég. En við gerum svona ráð fyrir að við fáum í ár svipaða tekjur og erum þá að búin að eyrnamerkja hér 15 milljónir að það verði aðeins meiri kraftur lagður í landsliðið og þá það var A-landsliðið við bættum ekki miklu við þar og þá er þið þá bætt við aðeins meira þessu aukning milli ára er þið þá aðalega litið til þess að það fari í A-landslið og þetta er hér, takk öður ég var búinn að skrifa texta og hann sést þetta ekki og útbreiðslukostnaður er svipaður launin munu hækka því að Stefán byrjar ekki að vinna hjá okkur í maí fyrra þannig að hann er núna vinnandi 12 mánuði og þetta er þá verið að taka tillit til þess og skrifstofu og stjórnunarkostnaður yrði á svipuðum nótum og samkvæmt þessu þá erum við að hala inn þá erum við að eyða 23 milljónir og það sem að við ef að þessa tölur hér standast það er að segja innkoman tala nú ekki ef að það er aukast jafnvel enn frekar að þá munum við væntanlega auka þessa uppað hér þá fyrst og fremst í gjöldum varðandi landslið en þetta er svona stefnan að setja smá kraft í það og Auður kemur líka inn á það að hér kemur fram að við erum líka að horfa á verkefni varðandi þjálfaramenntun og sérstaklega við höfum verið að auka það var talað það við okkur í fyrra svona ábendingu það að setja meiri kraft í dómgæslu og virkja það Auður getur kannski aðeins farið nánar inn á það líka að við munum þá líka setja pening í það og er ég hér að muna eftir öllu punktum og eitt annað ef að rekstrargjöldin við eiginlega stefnan er að rekstrargjöldin þau eru þetta er eiginlega jafnvel þó að tekjur dragist eitthvað saman að við erum samt sem áður með það bil 5 milljónir í kassanum 5-6 milljónir og þá munum við ef að rekstrartekjur draga saman að þá höfum við samt alveg borð fyrir báru til þess að halda samt þessari áætlun hér hvað rekstrargjöld varðar. Spurningu hvort að þú getur aðeins farið inn á aðeins nánar inn á þessa
á þessu grænleitu svæði hér, og þá ég kannski aðalega að tala afreiksmannasjóð, unglingalandsliðssjóð og Lotto, útskýrt það nánar. Já, ég ger það bara sæti þessi sjóður fyrir þáttöku unglingalandsliðsleikmanna í alþjóðlegum verkefnum, bara svo það komi alveg skýrt fram, þá þetta nýtt fyrirkomulag sem að felur það í sér að í almennilegum keppnisferðum séu keppendur og fá það fyrir 20.000 krónur á haus í grunnverkefnum en meira á svona stærstu mótunum eins og Evrópukeppnum og slíku sem að, já, nýtt og hefur auðvitað gagnast hinum ýmsu sérsamböndum mjög vel við að geta sett iðkendur á mót og sambandinu skylt að greiða það til foreldra eða þeirra sem að greiða gjöldin og við gerum það. En það skýrir kannski einhverju leyti að það kemur inn og það kannski einhverju leyti hækkar landsliðskostnaðurinn af því þá hefur sambandið einhverju leyti svigrúm kannski til að senda öll fleiri og svo framvegis og svo framvegis. Varðandi Lottóið, skráðir iðkendur í félög eins og þið sem forsvarsmann félaga og þjálfarar mörg eru að passa upp á að iðkendurnir ykkar séu skráðir inn í ABLER námskeiðum og slíkt. Þessa tölur skila sér til ISÍ í skilakerfið og borðtennissambandið náði á milli áranna 2024 og 2025 með smá átaki í að fá félög til að skrá sig sem voru ekki að nýta kerfið en vissulega voru með flotta borðtennishópa eins og IFR og fleiri að skrá sig þarna inn. Og fyrir utan náttúrulega fjölgun þá voru þetta svona átaksverkefni að fá inn félög sem eru þarna og þá fjölgaði iðkendum 26% milli áranna 2024 til 2025 sem að endaði þá í því að við hoppuðum upp yfir 2 sérsambönd í listanum í Lottóinu og fengum þess vegna hærri mánaðarlegar greiðslur þaðan fyrir utan að eins og mér skilst þá gengur bara vel hjá Íslensku Getspá og mér sýndist þetta nú vera bara aðeins hærra heilt yfir. Þá var það þetta síðasta atriði með afrekssjóðinn sem að virðist vera voða erfitt að fá bókhaldsþjónustuna til þess að kalla afrekssjóðinn, ekki afreksmannasjóð samkvæmt einhverjum bókhaldslykli, að stjórnvöld veittu meira fé í þá sjóði, það talað um það bil 2-földum og borðtennissambandið fékk meira úr því. Þetta stafar ekki því að við höfum náð að klífa lista frá verkefnasambandi upp í afrekssamband lægri flokka. En það bara verkefni sem heldur áfram. Að lokum ætlaði ég rétt svo að minnast á að þó að útbreiðslukostnaður virðist þarna vera 2,9 milljónir. Þá raunkostnaður við það að senda fólk á staði, flugmiðar, gisting, matur, þjálfarlaun einhver undir 600.000 krónur, tæpar 600.000 krónur hjá sambandinu sem þýðir að við erum að fá rosalega mikið fyrir þann pening með auknum fjölda borðtennisfélaga og borðtennisiðkenda. En þarna þegar að fastland að bóka hvað teljist til útbreiðslukostnaðar þá hægt að skoða hvort að hluta vinnu starfsmanns sé ekki kostnaður við útbreiðslustarf og annað slíkt. Þannig að mér langaði bara að beina athygli sérstaklega að því að beinn kostnaður við ferðir út á landsbyggðina hóflegur. Takk fyrir þetta Auður og ef ég kem bara inn á, ef ég fer, einhverjar spurningar varðandi þetta áður en ég fer kannski í smá tölur, Kári? Já, ég ætla að útskýra nokkuð hlutarna frá ISÍ. Við byrjum á afrekssjóðinn. Þetta auka fjármagn við fengum þar. Það kom kosningar í 1. desember 2004. Við í ISÍ vorum ekki að fá þess að auka fjárútdeilingu fyrir eftir árum. Þannig að að byggja áætlunum út frá því hvað við fáum 2025, þá vorum það fyrst að leiðrétta. Þeir fáum auka aðgjöfni í janúar þar og svo leggst hún saman núna 9 sem var þá árum 2. Þeir voru cirka 1,7. Ef mann það rétt, þá kom svona cirka 1,1, 2, 3 eitthvað svoleiðis aukalega endið 3 milljónum. Og núna það út frá þessu leggst það saman og ef þetta myndi haldast óbreytt þá verði ekki frá 4,2 á næsta ári heldur 3,4 cirka. Það svona fyrsta. Það var bara út af áramóta. Það er gott að vita því, takk. Næst og það eiginlega sem skilum minnst, það útbreiðslustyrkur, við erum að leggja hann niður.
og hann hefur aldrei verið neitt kringum 4 milljónir. En þegar ég bara leggja útbreiðslustyrkinn og Lotto saman, þegar að fá svona cirka 11 frá í Lotto. Útbreiðslustyrkurinn var faldar Lottótekjur og mikið rifist um hann. Hann var svona cirka 1 milljón og eiginlega öll sérsambönd sem voru að fá cirka sama. KSÍ var kannski með 1,4 með BTO með 1,1. Bara svona þeir sjá stóru samböndar og litlu samböndar fengu bara þetta var mjög svipað. En við erum búin að leggja þetta niður og hann fór bara inn í Lotto, þannig að fækka greiðslum frá okkur. Þannig að það má ekki reikna með því að við séum að borga neitt í útbreiðslustyrkleikar á næsta ári. Og ég held að ekki í ár, ég held að við lækkast 24, þá hann að rugla þetta saman. En Lotto á sama tíma verður þá 11-ish. Og kannski síðast ár, það er ekki búið að staðfesta neitt, varðandi þennan þessi niðurgreiðsluverkefni til unglingalandsliða. Það er mikið rifist um það innan íþróttahreyfingarinnar, hvernig það á að vera útfært. Það er ekki mikið sátt um það, getur sagt svona almennt, hvernig þetta er útfært núna. Það er mjög líklegt að þetta muni ganga inn í afrekssjóðinn, verði eignarmerkt einhvern veginn, ekki staðfest. En bara svona, ef áætlunin gengur út á að þetta komi, þetta er náttúrulega eitthvað sem er sko sjóðstreymi sko, því að það hefur náttúrulega verið að endurka, þetta fer inn til BTI og út frá BTI eins og við séum strax. Ég skilja rétt að þetta geti verið talið sem geti bara orðið 0. Hún gæti orðið 0 en þá myndi hún ganga inn í afrekssjóð. En það er ekkert staðfest í þessu. Einmitt. Og nei, bara gott að vita þetta, gott að heyra svona rættir, takk. Pétur var næstur og síðan Ingimar. Já, ég ætla að fá að spyrja hérna áætlunina landsliðsverkefni 2026. Hvort það séu með einhverja vantarlega áætlun. Hvaða verkefni eru? Hvaða verkefni? Já. A-landslið. Sko, það kemur mögulega, ég ætla kannski að fá að nýta tækifærið og benda á að næsta laugardag verður annar fundur af því að það er sem sagt landsliðshelgi, síðasta landsliðshelgin hjá Sindri er næsta helgi og Sindri hefur beðið að fá sem flesta í borðtennisinni hérna aftur á laugardegi klukkan 1 og ég held að það sé mjög mikilvægt að við komum sem flest af því að hann vill bæði sem sagt svona skýra og auka samtalið á milli sín og senunar hér og svo er hann líka bara svona típa sem að vinnur svolítið mikið fram í tímann myndi ég segja þannig að ég held að hann vilji hafa þetta allt svolítið skýrt. Og það verður sem sagt Facebook-grupur og frétt það þegar við vorum bara að bóka saman fjóstökur. Já, varðandi landsliðsverkefni sko ef við talum A-landsliðsverkefni þá hefur flækjustigið í rauninni verið það að eftir að WTT-mótin komið til þá varð ofboðslega flókið fyrir litlu þjóðirnar að hafa mörg góð A-landsliðsverkefni af því að það er bara einfaldlega svo kostnaðarsamt. Þessi mót eru gríðarlega kostnaðarsamt og eru flest bara útsláttur og kostar gríðarlega mikið á hvern keppanda að fara fyrir mögulega einn leik. Jákvæðir hlutir sem ég allavega upplifði persónulega sé að gerast núna eru að það eru virðast vera fleiri þjóðir að stökkva á þennan svona open móta vagn. Það að segja eins og Finnlandia Open, Belgium Open. Það virðast vera fleiri þjóðir. Þú hefði nú svona nokkuð staðfest að það var hvaða þjóðir eru að Já, Lettland og Noregur eru að fara að taka upp samskonar. Þetta gildir sem sagt á evrópska styrkleikalistan. Já, af því að það er eiginlega stóra vandamálið okkar sem að kemur líka að auðvitað langa borðtennissambandið að klifra upp afreksstigann innan ISÍ. Það er bara óbúslega erfitt ef við höfum ekki mót sem að gilda til sko styrkleikalista, alþjóðlega styrkleikalista. Og við erum svolítið spennt fyrir því ef það er möguleiki á fleiri mótum sem gilda til alþjóðlega styrkleikalista. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þessi mót verði Já, en það sem stjórn hefur alveg sérstaklega ákveðið er að send verða lið á Norður-Evrópumótið í Eistlandi í september. Það er oftast í ágúst en það er í september í ár og Sindri mun ákveða hvað sé skynsamlegt í samhenginu að senda leikmenn á EM einstaklingsfullorðina í október í Slóveníu en það liggur fyrir að það verður eitthvað
og svo Finnlandia Open klárlega í kortinu líka. Já. En í grunninn það sem kannski svolítið spennandi, finnst mér allavega, að það virðast vera að myndast aðeins fleiri möguleikar á meðan þetta WTT system hefur verið að koma til, þá einhvern veginn lokuðust svolítið margir möguleikar, sko. En ef við horfum síðan líka aðeins lengra fram í tímann næsta season, þá eru síðan smáþjóðleikar í Monaco í maí-lok næsta ári. En já, ég var síðustu helgi á ársþingi Alþjóðaborðtennissambandsins ITTF í London, 100 ára gamalt var það þá. Það kom í ljós að sambandið tapaði $14 milljón á síðasta reikningsári og það alveg svolítið svona að vera að rífast þar innanhús TT-mótin, Europe Smash, US Smash, allt þetta dæmið, þannig að þetta í þróun í alþjóðahreyfingunni. Já. Eitthvað fleira sem þið viljið? Við höfum verið reynd svolítið lengi að komast inn í upp á hærra þrep varðandi afrekssjóðar. Það sem að stoppa okkur núna að vera meðal þeirra sambanda sem í lægri afrekksflokki að taka ekki þátt í þessum alþjóðlegu móti? Hvað þarf að gerast til þess að við náum þeirri stöðu í gagnvart afrekssjóð? Þetta spurning mín, verður að grilla gestina. Ef ég kannski byrja á official svarinu sem við veitum, þá sótti BT sérstaklega að hækka upp í flokk 4 eða 5 í afrekssamböndunum frekar en að vera verkefnissamband núna síðast. Og það voru svona 2 atriði sem var svona sérstaklega kom fram í rökstuðningnum. Annað atriði var að litið væri á BT eða borðtennis sem einstaklingsíþrótt, þannig að það teldi minna að ganga vel í undankeppni EM eins og gert til þess að karlalandsliðinu okkar í Bosníu fyrir, síðast þá 2000 byrjun. Og hins vegar var þetta að það þyrfti aukna þátttöku þá einstakra leikmanna að hækka sig upp heims- eða Evrópulista í stigum og slíkt. Og þegar það verið að tala einstaklega sambönd allavega eins og reglum voru þá vorum við að tala að þyrfti helst 3 leikmenn sem voru með reglulega mótaþátttöku yfir árið að sýna að viðkomandi ættu virkilega erindi á mótið og væri að hækka stigum og allt það, og það var ekki talið uppfyllt. Mér langar kannski að bæta sérstaklega við varðandi þetta með að borðtennis sé ekki túlkuð sem liðsíþrótt. Maður búinn að kannski bara benda á að það mót í gangi í London í augnablikinu sem liðamót og það sem ég velti fyrir mér hvernig vinna borðtennisleikmenn almennt fyrir sér. Þeirra atvinna að spila fyrir lið í deildum, þannig að þetta kom mér verulega óvart, þessi. En ég er mjög forvitin að vita hvað ISI megin, Í grillin. Afrekssjóðsmegin. Já, ég er bara forvitin. Í raun og veru, já. Það margar þetta sem það ert í alvörunni með í streymi. Já. Það eins gott þú settir þá veit það ekki að segja eitthvað villi. Þá býður bara eitthvað í sig hérna. Varandi, ég ekkert alltaf voðalega hrifinn af því sem afrekssjóður gerir og reglugerðunum þar. Ég gagnrýni það reglulega á fundum afrekssjóðs þar sem ég sitt. Fyrsta pælingin með liða og einstaklingsíþróttina. Það enginn í þessu húsi sem kemur út á hús sem þolir það minna heldur en ég. Við bara gjörsamlega ofbýðum það. Og þú veist, það ekki bara, ég hef alltaf sagt að borðtennis bara, þú veist, maður var að vinna BT-stur og var að, þú veist, bjóð við Svíþjóð og þú veist, pointið var alltaf að marka þetta borðtennis sem einstaklingsíþrótt, sem liðaíþrótt. Þannig að slíta okkur frá því og ég er mjög sammála því og það eru fleiri íþróttir að gera það. Við fengum umsókn sem var bara hent í rusli frá bogfimmunni varðandi að þau voru að sækja í afrekssjóð út sem liðaíþrótt. En þau eru sannlega kepp í liðakeppni, varðandi, þetta alveg góð spurning, hvað þarf að gera? Að ég hef alveg pælt í henni lengur og ég ekki besti kandidatinn til að svara það því að ég þekki borðtennis afrek ágætlega og ég veit að mér finnst það borðtennis afrek
Og þegar þú taka allar þessar íþróttir inn, þá vantar fullt af parametrum til. Og þá ég fljótur að finna parametrana sem ég sé að vanta í borðtennis. Einn af þeim sem ég gagnrýndi, ef við tökum bara stærsta afrekið sem Gummi Stefán náði á sínum tíma. Hann hefði ekki náð að fleyta ykkur eins og kerfið í dag upp. Hann kemst 2 sinnum í 64 manna úrslita heimsmeistaramóti. Það ekki nóg, því 64 manna úrslita ennþá, það 64 sko. Það ekki nóg. En þá byrja ég að benda á það, já, í borðtennis, þegar hann að gera þetta, þá eru 7 einstaklingar frá stóru þjóðunum. Það eru 7 Kínverjar, 7 Japanar, það eru 7 Þjóðverjar. Það eru 7 Kóreumenn, ég er búinn að tala 28 núna af þessum 64. Að meðan í Taekwondo, þá bara 2. Þú getur verið 3. besti í heiminum í Taekwondo í einhverjum þyngdarflokki, það eru annar hlutur, þyngdarflokkar, en þú kemst ekki heimsmeistaramótið, af því að þú ert bara frakki. Númer 1 og 2 eru frakkar. Þetta sjá alveg í borðtennis líka, en þeir ná samt Kínverjarnir voru á þessum tíma til að ná 7. Ég get ekki annað sagt að hér vanti bara svolítið árangur, einfaldlega, og það erfitt í borðtennis, af því að ég veit ekki hvort þetta rétt sem ég var að segja, en mér finnst það ennþá, þetta sennilega svo íþrótt, þetta eina af þeim íþróttum sem hvað erfiðast að ná árangri. Þannig það þarf ekkert sérlega mikið, það þarf kúlu, spaða, borð með neti, þetta er vel einfalt, sko. Allar íþróttir allar þjóðir eru í þessu, þetta stærsta, ITTF stærsta sérsamband innan Ólympíuhreyfingarinnar. 212 aðalþjóðir held ég. Þetta bara drullu erfitt, en þetta tekur 10 ár, hef ég alltaf sagt. Það svona mitt motto í þessu, þegar ég segi þetta við sérsamböndin. Þetta tekur 10 ár, þetta tekur bara 10 ár, það ekki key atriði í þessu. Og þetta held ég að borðtennis á Íslandi geti það alveg, en það verður ekki gert í einhverjum skammtímalausnum. Ég get ekki sett það allavega. Það var ekkert mikið fjallað eða rætt umsókn BT innan afréttsjóða, því að það voru allir sammála, þeir væru ansi langt frá þessu til og með það, ég get alveg sagt það. Og önnur samband sem voru okkur erfið, og það líka, þú veist, ef það að tala peninga, ég rendi aðeins yfir þetta, 91% af fjármagni BT fyrir árið 2024 ISI-peningar, 91%. Svo þegar ég skoða gamla ársreikningarnir, ég fann 40 ára gamlan ársreikning, 70% af þeim tekjum koma þá úr ISI og forvörðunum þeirra. Tekjurnar að koma, við erum að koma með cirka 17,1 milljón inn í starfið árið 2026. Það eru líka tækifæri fyrir BT til að sækja annars staðar. Í ISI, ég vil alveg menna ISI sé að koma fullt af peningum inn í þetta starf, sko. Og ég get alveg sagt það stoltur. En ég skil líka alveg gagnrýnina á afréttsjóð og ég skil hann svo vel að því ég gagnrýni afréttsjóð mjög mikið og hef gert það lengi. En þetta er ógeðslega mikið bákn að díla við, þetta er ógeðslega erfitt, þú ert að kynna allar íþróttir, þú ert að skilja þetta, þú ert að kafa ofan í þetta er svo flókið, stundum 2 alþjóðleg sérsambönd, það eru, þú veist, bara það að vera komin inn í ennþá flóknari íþróttir sem vera dæmd út frá einhverjum, svo samkvæmisdans eða fimleikar eða þess að það, og ég held að stóra pælingi mín er að ég skil alveg að BT vilji í afreksstarfsemi sem cirka 10 milljónir. Ég skil það og ég supporta það. En ég get ekki tekið á afreksstöðu sem einhvern veginn að sinna 10 mismunandi störfum og allir að rífast allar krónur í honum. Ég verið mjög harður því. Ég vil ekki að minni samböndin í raun og veru fáir afreksstöðu. Ég vil vera að gefa svona cirka 8-12 sérsamböndum úr afreksstöðu. Ég vil að afrekssjóður sé svona cirka 2 milljarðar og ég þarf að fá annan sjóð hliðina á því sem heitir svona samfélagssjóður eða verkefnasjóður eða eitthvað sem ég gæti verið svona milljarð. Þá geti ég verið að sponsora BT vel úr honum, önnur minni sambönd geti ég verið að sponsora úr honum og ég geti líka sponsora það sem hefur verið erfiðast fyrir afrekssjóðan að sponsora íþróttir sem við getum hreinlega ekki sponsorað af því það er ekki nógu mikið samkeppni hana. Við hefum rosalega erfitt með það, við erum bestu þjóð með heim í hópfimleikum. Við bara afrekssjóður getum alltaf sponsorað það er ekki samkeppni í þessari grein á heimsmælikvarða. Þannig að stóra pointin mitt vonandi næsta árum að þrefalda maximerna og við náum að kljúfa afrekssjóðan svolítið frá því sem að þessa skyldu sem ég vil meina við eigum að gera. Því að mér finnst skil það alveg að vera undir ISI þá eigir alveg geta fengið aðeins meira en 1,7 milljónir eða 3,3 milljónir sem það er í dag úr afrekssjóð. En þetta bara staðan, þetta bara drull erfitt verkefni. Eitt sem ég langaði að spyrja er að því að nú hef ég bara heyrt á gagnrýni
innan ISÍ að það sé vissulega vandamál að afrekssjóður sé svolítið svona greiddur eftir á fyrir afrek en ekki fyrir, þú veist, verkefni sem verið að reyna að gera af því að vissulega það má kannski deila hversu, það er rosalega erfitt að byggja starf til þess að fá pening eftir á. Þú veist, þetta eitthvað til umræðu? Þetta er til umræðu og staðan bara þannig að sérsamböndin hafa beðið að hafa þetta afnæsum. Við höfum tekið þetta alveg oft til umræðu og þetta er alveg klassísk umræða, þú veist, átt að vera gamla, átt að finna projektin, verkefnin. En þú veist, við erum ennþá að veluna Sundsambandi til að mynda vera Aron Anton Svein sem hættur. Það er alveg, og þetta er alveg, síðan segir Sundsambandi, við fjárfestum líka ógeðslega miklu í að ná einhverjum árangri. Við þurfum líka að koma tilbaka til að búa til næsta. Ég hef átt erfitt með að finna eitthvað svona sambland, af því að fólk vil alltaf fara í reglum. Ég hef alveg sagt það, ég þætti ekkert vandamál að útdeila úr þessum afrekssjóði, bara ég. Þú veist, ég kann fullt í þessum íþróttum, sko. Verður það rétt? Nei, ábyggilega ekki, en þú veist, mér þætti ekkert vandamál, þú komið með einhverja skoðan hérna niður, sem er erfitt að reyna að setja upp einhverja reglur sem passa fyrir alla út frá öllum þessum biluðu skilyrðum í öllum þessum greinum. Það er það sem er erfitt. Og við erum alltaf að sjá, þú veist, við tökum bara systur íþrótt Bortennis badminton. Þau eru að satsa rosalega á tvílagaleik núna. Það er meiri tækifæri. Ef ég væri hérna fyrir 20 árum í Birki og Gummi Stef var eitthvað sem besta, ég hefði farið til Austur-Evrópu, ég myndi stelpu og ég hefði sagt, Gummi, þú ert að fara í tvendaleik. Sem að Pétur, hann keppti aldrei í tvendaleik eða? Erlendis. Nei, en þú veist, það væri tækifæri, það er minni samkeppni, það er fægt. Og þú veist, það er bara að rífa þetta upp. Þú veist, þetta er bara drullu erfitt og ég er ekki góður í að dæma hvað þarf til að gera, af því ég veit hvað afrek eru og ég yrði djöfull pirraður ef ég þurfti að gefa BT ekkert fyrir 64 mann úrslit á HM. En ég áttum alveg á hversu mikil árangur er. Eru einhverjar frekari spurningar tengdar ársreikning? Vilt þú með skýrsluna? Með skýrsluna, með skýrsluna? Já. Ársreikningin? Fyrsta lagi varðandi áætlunina, þá held ég að það sé hvergi sjálfbært en einu rekstri að áætla að skila tapi þegar vel er hægt að sleppa því. Þannig að mér finnst það ekki gott markmið, persónulega. Varðandi reikningin, þá finnst mér alltaf leiðilegt á svona aðalfundum þar sem að maður bara rétt fær reikningin í andliti rétt fyrir aðalfundin. Ég myndi svona vilja koma til verðandi stjórnar að reyna að koma honum frá sig kannski í viku fyrir fund, síðasta lagi. Já, hvað var það tap að við höfum verið líka gagnrýnt fyrir að vera ekki að tapa nógu mikið, þannig að það er bara gott að fá mismunandi skoðanir hvað það varðar, þannig að mér líður betur að heyra það, takk fyrir það, en bara gaman, nú er hann ákvað að láta á sig hverjum, með hérna er hann mættur aftur, bara takk fyrir þetta innsæði Kári og einmitt bara þín orð sína bara hvað þessi áætlun er sko ágætt að taka hana með einmitt þessu fyrirvara sem ég nefndi áðan, en þetta er líka góða punktur að koma þessu að áður, koma þessu aðeins fyrr í loftið, ársreikningin og vill einhver að ég fari í gegnum sko ársreikningin sjálfan. Ég er búinn að fara í gegnum stóru myndina. Ég held þetta svona stóra myndir sem ég er að horfa á og það sem Guðrún, sko Guðrún er gjaldkeri. Við erum fyrst og fremst að athuga, erum við að, sko eru útlagður kostnaður, erum við að fara í mínus á bankareikningi eða eitthvað að fara nálægt því. Við erum með, eins og ég sagði áðan, við erum með það byrjum 5-6 milljónir inn á bankareikning. Fyrir einhverjum 5-6 ári síðan þá voru 20 milljónir og þetta er peningur, sko, við erum með á veltureikning það bil einhverja 500 til 500.000 til milljón almennt til þess að þá er það einhver veltureikningur og síðan afgangurinn þá er reikningur, þá er eitthvað svona hávaxtareikningur, það er ákveðin upphæð sett inn á hann til að eiga fyrir óvæntum, svona
gjöldum svona sem eru kannski koma öðru hvoru og síðan er ef ég man rétt 1,5–2 milljónir þá er það bundinn reikningur til 30 daga sem að veitir það hærri vexti og með þessu bara til dæmis í fyrra var borðtennissambandið að fá 250.000 krónur í fjármagnstekjur og ég er þá alltaf að horfa til þess að peningurinn sé inn á reikningi sem að veiti hærri tekjur heldur en verðbólgan. Þannig að þessi varasjóður er með einhverja svona pínupóls raunávöxtun en svona markmiðið er að hann skrepp ekki saman og verði engu. Þannig að þetta er svona borð fyrir báru og bara eins og Kári var að benda á að sumar tölur í þessari áætlun standast ekki að þá þarf ekki að grípa í handbremsu og með tilhæfandi leiðindum að það er samt alltaf hægt að halda áfram svona sínu svona halda áfram á sömu braut og síðan bara aðlaga sig smá saman að hugsanlega öðrum veruleika. Annars hef ég ekki meira að segja. Takk fyrir mig. Már örugglega ekki mikið að fara að hrósa sér sjálfum, þá vil ég bara sérstaklega benda á það að vaxtatekjur ársins voru 264.000 og tengjast því að hann er að velja góða reikninga og góða ávöxtun. Takk fyrir þetta. Már og líflega umræðu öll. Við þeim tókum þátt. Þá eru reikningar sambandsins undir atkvæði og spyr ég því hvort einhver andmæli þeim eins og þeir eru lagðir fram hér. Þá teljast þeir samþykktir. Til hamingju með það. Þá er komið að dagskrárlið sem ég veit að mörg hafa beðið eftir, það eru lagabreytingar og við erum með leynigest til þess að kynna það. Það er Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, formaður Borðtennissambandsins og bið ég hana að koma upp í pontu. Lagabreytingar á ársþinginu berast úr 2 áttum þetta árið. Það er annars vegar frá stjórn BT og hins vegar frá Kára Mímisinni. Og við birtum tillögurnar frá Kára á undan í fréttinni. Þannig að þá bjóðum við hann bara velkominn til þess að útskýra hvað í þeim felst. Já, ég held að það útskýra sig alveg sjálft. Við tókum undir eftir á starfsendingavill að það var íþrótti með í seinni. En svo ætla ég að biðja að gera breytingartillögu og fella út þarna því þið að gera breytingu sem ég líst eiginlega miklu betur á heldur en að breyta þarna orðalaginu. Frábært, já, þarna er Kári að vísa til þess að ein breytingartillagan frá honum skarast við breytingartillögu frá stjórn BT. Þannig ég ætla bara að fella mín út hér. Óska leyfi fundarstjóra fyrir því. Ég samþykki það. Þingheimur gerir hann það. Já, samþykkir þingheimur það. Mér sýnist það, já. Þannig að þá standa eftir hér nokkrar breytingar á lögunum þar sem að verið er að breyta orðunum héraðssamböndum og íþróttabandalögum í íþróttahéröð og hér stendur rökin íþróttahérað er samheiti yfir héraðssambönd, íþróttabandalög og ungmennasambönd. Ungmennasambönd telja þó almennt sem héraðssambönd og því er hér aðeins orðalagsbreytingu sem nú þegar hefur átt sér stað í lögum ISÍ. Þannig að það held ég að sé mjög skemmtilegt og við bara viljum elta regnhlífasamböndin klárlega. Þannig að Stefán, þá átt þú að bera það undir kosningu? Já. Og ég bið þá þau sem eru samþykkt þessum breytingum að Þú segir fyrst hversum verður atkvæðið eða veist? Já, hér eru, hvað, er það ekki rétt með hérna á, nei? Hversu mikið þarf til þess? Já, fyrirgefðu, þá þarf 2/3 kjósenda til þess að þetta teljast samþykkt. Og ég bið þá þau sem eru samþykkt því að gera réttu hönd. Er einhver á móti?
Já, mér sýnist þetta bara að vera svo til einróma. Þá ætlum ég að bjóða Auðtunu velkomna. Þá eru það lagabreytingatillögur stjórnar sem eru nokkrar. Sko, ég er búin að vera í þessari stjórn í 8 ár. Það er alltaf einhver ruglingur með hversu marga fulltrúa hvert félag á að fá á þinginu. Og það er þetta hérna sko. Fyrir alltaf 25,2, það er allir sammála um þetta. Ef þú ert með 1 til 24 iðkendur þá fórðu 2. Svo byrjar þetta að vera ruglingslegra. Síðan fyrir 1 fyrir hverja 50 eða brot úr 50 upp í alltaf 50. Og þá 1 fulltrúa auki fyrir hverja 2, nei, við erum sérst að stinga upp á því að hafa þetta bara töflu. Taflan er þá eins og við skiljum hana óbreytt frá því hvað var verið að reyna að meina með þessu lagaákvæði, en eina svona efnislega breytingin er þá þetta sem að stjórn er búin að vera að tala um í 1 ár núna, að leggja til sérstakann flokk fyrir allra minnstu félögin. Við erum að tala um til dæmis eitthvað eins og ungmennafélagið Smári, þar sem að Elís og Jóakim æfa á Sauðárkróki í félagsmiðstöðinni. Þau eru 2. Stjórn BT telur að slík félög ættu að fá 1 fulltrúa frekar en 2 á ársþinginu. Og ekki kannski síst núna þegar félögum er búin að fjölga svona mikið, þá erum við að tala um það að ef alveg allra minnstu félögin er að fá 2 fulltrúa þá, þú veist, eiga kannski bara að vera 60 í þessum sal ef allir mæta sko. Þannig að þetta er þá fyrsta breytingin og svo bætist við það sem kom í tölvupósti frá ISI í mars eða aðeins fyrr, febrúar sennilega, já, að eins og ég nefndi áðan, allir fulltrúar á ársþingi skulu vera lögráða. ISI er að búið að setja þetta í sín lög og við erum að elta það. Nú þurfum við að vera 18 ára eldri til sem að kjósa á þinginu sem fullgildur fulltrúi. Svo erum við að bæta inn sem að lögfræðingur ISI var sérstaklega að nefna að sem sagt stjórn íþróttahéraða stjórnir að eiga allavega áheyrnar fulltrúa með málfrelsi og tillögurétt á borðtennisþingi til viðbótar við þessa kjósandi fulltrúa, sem þýðir að eins og í HSK þar sem eru 10 borðtennisfélög eða hátt í það, þá eins og Engilbert framkvæmdastjóri hafa mjög glaður þegar hann sá tölvupóst sérstaklega um þetta atriði. Hann var að segja bara frábært að svona hvert hérasamband eigi formlega að eiga áheyrnarfulltrúa á slíku. Þannig að þetta eru 4 punktar þessa fyrstu breytingatillögu. Ég ætla bara líka að kynna seinni breytingatillöguna okkar sem að varðar það að ISI sendi í sama pósti og þetta með 18 ára eldri, það að sérsambönd eiga að hafa það að minnsta kosti í lögunum sínum, en síðan má útfæra það í lögum eða má útfæra það í reglugerð, að það eigi að vera reglur viðurlög við brotum og lögum og reglum sambandsins og hvernig það á að virka. Þannig að ég held að það sé bara í átt að meiri fagmennsku, fyrirsjáanleika og bara taktið þróun í landinu og víðar, að það séu einhver svona agaviðurlög og slíkt þegar að fólk brýtur alvarlega gegn lögum BT eða reglugerðum, en það þarf náttúrulega bara að útfæra það betur og í góðu tómi og ágætis samráði. Þannig að þá væntanlega er kosið þetta í sikkoru lagi, eða ekki? Jú. Og það er sama áðan, það eru 2 þriðju sem að þurfa að samþykkja þessar breytingar og þau sem eru samþykkt þeirri fyrri að geta pant. Eru einhver sem andmæla þeirri fyrri? Okay, so first, gerum þetta aftur. Allt sem eru samþykkt, réttu hönd, please raise your hands.
Og ef einhver mótmælir, someone disagrees, please raise your hand. Og það engin ákvæmlega og því þessi breytingar til að stjórna samþykkt. Og þá byrjum þeir sem er samþykkt, þeir sem agree að rétta hönd, var það seinni. Og ef einhver andsnúin er svona disagrees, please raise your hand. Vil sem er hönd. Nei, þá teljast báðar breytingar samþykktar. Bestu þakkir. Þá er komið að því að við ræðum, ég veit ekki hvort það taki eftir en ég er að stjórna fundi í fyrsta senn. Þótt að fagmennskan kannski drjúpi af mér, þá er ég stöku sinnum aðeins ringlaðar hérna. Ef það er rétt skilið hjá mér, þá ætlum við næst að kjósa stjórn og varamenn. Og þetta var rétt hjá mér, frábært. Við byrjum á að kjósa formann, en Auður Tinna, núverandi formaður Bortennissambandsins, hefur gefið kost á sér til áframhaldandi setu. Eru einhver mótframboð, einhver hér sem myndi vilja bjóða sig fram einnig? Is there anyone who would like to go forth as the foreperson of the Table Tennis Federation? Auður Tinna is the only candidate right now. Og ég gef öllum tækifæri til þess að hugsa málið. Nú hafið þið hugsað eitthvað fram, eitthvað bjóða fram. Þá er Auður Tinna samkjörin og gefum henni gott fram. Það eru einnig tveir meðstjórnendur sem við þurfum að kjósa Annars vegar er það hann Jóhann sem vill bjóða sig fram til áframhaldandi stjórnarsetu. Svo, ég er ekki búinn að gleyma nafninu en hingað aðeins. Sigurjón ætlar að hætta. Já, Sigurjón Ólafsson ætlar að láta af störfum sem meðstjórnandi í stjórn Bortennissambandsins. Og framboð hefur borist frá Anne André Bois. Við þökkum Sigurjóni kærlega fyrir sitt framlag og þá spyr ég þingheim hvort að það sé einhverjir hér sem að vilja bjóða sig fram til viðbótar við þau Jóhann og Ann. Svo virðist ekki vera. Þá álítum við þau tvö, við álítum ekkert, þá eru þau tvö sjálfkjörin og við gefum þeim gott lag. Nú að lokum eru það 3 varamenn sem við kjósum Það er hann Rúben sem hefur boðið sig fram á Selfossi og víðar. Bara okkar maður á Suðurlandi sem við köllum hann. Það voru yngri aðeins. Hvað voru þetta hendur? Rúben, Pétur Stefánsson og Bæring eru nú þegar í varastjórn. Já. Rúben, Bæring og Pétur Stefánsson eru nú þegar í varastjórn og vil ég spyrja ykkur hvort ykkar vilji bjóða ykkur fram í varastjórn og Pétur og Bæring hvort þau vilji halda stjórnarsetu ykkar þar áfram og varastjórnarsetu ykkar. Já, ég til það áfram. Ég það, enginn rosalega spennt. Með mikilli gleði bjóða þeir sig fram til áframhaldandi varastjórnarsetu. Er einhver sem hefur áhuga að fara í framboð gegn þeim? Þá eru þau sjálfkjörnir og Rúben bauð sig jafnt fram til varastjórnarsetu. Er einhver sem hefur áhuga að fara gegn honum? Nei. Þá er hann líka sjálfkjörinn. Næst eru það kosning og skoðunarmenn reikninga. Kristján
hefur áhuga á að gegna því hlutverki. En okkur vantar nýjan í stað hans Arnar Simpson og spyrja þeim hvort að einhver hafi áhuga að bjóða sig fram. Treystu mér ekki til þess? Heilla fólk. Já, ég get. Jú, ég get svo sem víst það var eitthvað skillandi ég en þessi ferli en það sem að stólum er raun og veru svo sultu hann spyr spurningar að þeir verið að gjöld og hækka og eðlilegt og nú segja þessi í raun og veru bara náttúrulega það sem orðið að segja móðunar aðtúa hvort að þeir sjá þetta ástæður en kannski bara orða þetta betur þetta er svona hálfgerði endurskoðun starfsemi á leiti skrifið á að er þess að tölur það eru raun og spekla raunveruleikann og þá er svona já það er almennt svona klukkutíma fundur 60-90 mínútur í gegnum þetta og skoðum með að hafa tækifæri til að aðeins rýna reiknum og sem dæmi í vikunni Kristján var yfir reikninginn áður og hann spurði þetta slópennis og hann byggðað undir. Þannig að hér er tækifæri til að fá forskot og sæmundasreikningin og líka ræðum við skák og bortinnis og kannski fleiri íþróttir. Þannig að hver reynir það ekki? Er einhver sem býður sig fram? Það er hægt að ég get alveg verið boðamaður í það nokkuð. Já, við höfum þá reynslu ofta í starfið. Við viljum bara einlýsla. Eða örn? Alveg tekið alveg mikið. Já, dregur þú framboðið tilbaka í æsispennandi tvisti. Þá erum Pétur Stefán tilbaka og bjóðum Örn velkominn í embætti skoðunarmanns. Það er gaman að sjá lýðræðið virka. Næsta mál lútir að vali fulltrúa á íþróttaþing og er það tillaga stjórnar að því verið vísað til stjórnar. Eru einhver sem eru andsnúin því? Það er allir samþykkið því. Og að lokum, nei ekkert að lokum ásakið, fyrirgefið. Núna næst, ekkert að lokum, er flokkur sem heitir önnur mál og það eru 2 önnur mál boðuð. Má ég bara spyrja, á að gera eitthvað þinghlé? Þess að notast þeirra veitingar sem eru fram? Frábær spurning. Já, heyrðu, ég legg til að við tökum 10 mínútna þinghlé. Það var mín tillaga. When is the time to add some information? So now we're going to do around a 10-minute break, which is my idea, and after that we will be other topics will be on the curriculum. Piotr, we have already 2 other topics and people can add. Yes. Sjáu hérna, þú veist. Já, dagskrá. Já. Svona. Já.
það. Jæja, kæra þing, þá heldur ársþing Borðtennissambands Íslands áfram eftir velheppnaða pásu og er þó komið að liðnum önnur mál. Það hafa þrír sent inn annað mál sem þau vilja ræða. Fyrstur þeirra er Benedikt Aron. Ég bjóða hann velkominn. Já, ég er í raun að tala fyrir hönd flesta leikmanna í unglingalandsliðinu. Eiginlega enginn komst út af því að það er allir að klára grunnskóla núna og eru að læra mjög mikið, þannig að því miður er ég bara einn. En ég er með undirskriftir á leikmanni til þess að sanna að þessi sammála mér að þessum málum, sko. Ég ætla ekki að hafa þetta of langt, en númer 1 það sem ég ætla að tala um væri að mögulega reyna að hækka
U18 flokkinn á Íslandi upp í U19 út af því að fyrir hvað er þetta 3 árum eða nokkrum árum allavega var gert alls staðar í Evrópu, bæði í löndunum sér og á EM. Ég meina eins og í fyrra svolítið skrítið, Andarian í HK, hann gat keppt á EM unglinga en ekki á Íslandsmóti unglinga. Það er smá fáránlegt finnst mér sko, þannig að það er svolítið leiðilegt að þá missir hann tækifæri til þess að keppa sko. Og ég meina sama á næsta ári fyrir mig eða bara aðra sem eru 2008 við megum keppa á EM unglinga en ekki á Íslandsmóti unglinga sem er smá leiðilegt sko. Og það náttúrulega eykur tækifærin á því hærri sem aldursflokkurinn er því meiri líkur að leikmenn halda sér inni sko. Sérstaklega fyrir þá sem eru ekki bara á toppnum eða þeir sem eru alltaf að vinna þessa titla er að þetta eru svo viðkvæm ár að ég ætla líka að tala að mögulega að bæta við U21 flokki. Það er til dæmis í Svíþjóð, það þarf ekki að vera sömu helgi og Íslandsmót fullorðna en í Svíþjóð er það þannig að SM fullorðna er ein helgi og U21 er sömu helgina og þá eru í raun þeir leikmenn sem eru í U19 og U15 eða hvað sem eru í raun þá að keppa í því líka og þá er það bara, það telst ekki með sem bara 19-20 ára flokkur, heldur að vera bara allir sem eru undir 21. Og það sem ég finnst það gera rosalega vel er að þessi aldur frá 19-21, þetta er mjög viðkvæmur tími, sérstaklega fyrir þá sem eru ekki í topp 5 út af því að ok, þú ert að klára menntaskóla og þú ert kannski að fara að byrja að vinna og þá eru margir sem að bara hætta, ekki nema eins og Ingi Darvís, hann var aldrei að fara að hætta í bortennis ef hann er bestur á landinu, en þeir sem eru ekki núna að vinna neina titla þá er gott fyrir þá að hafa einhver markmið, einhvern flokk sem þeir geta tekið þátt í út af því að það er ekki allir sem eru að fara að keppast upp á Íslandsmeistaratitilinn í meistaraflokki ef það er einhver gæði eins og Ingi Darvís. Og líka það að mögulega að hækka æfingahóp unglingalandsliðsins upp í U21 aðalega bara út af þetta er sama ástæða, þetta er mjög viðkvæmur tími og ef að leikmenn vita það að þeir geta verið í einhverjum æfingahópi til þess að bæta sig ennþá meira þá er miklu meiri líkur að halda sér inni sko. Og það mun líka bara hækka standardinn, tökum sér dæmi Sól, hún kemur inn í hópinn, Eiki geti komið inn í hópinn, þetta myndi hækka standardinn á hópnum sem er betra fyrir alla ef að það eru betri æfingafélagar og bara fleiri sem geta ákveðið mikið. Og já, ég meina ekki mikið annað að segja. Og endilega ef þið hafa eitthvað að skoða þessu þá megi ég segja það, Á hvað mótum væri þá U21 flokkur? Það er eitthvað sem það bara ákveða sko, en eins og er í Svíþjóð þá er það sömu helgi og fullorðna flokkurinn. En af því að við á Íslandi erum það meðlega. Já, það var ekki að blanda því að það er ekki. En aðalpælingin væri mögulega þá að reyna að ekki hafa sömu helgi á Íslandsmót unglinga út af því að þá er það bara að klessast með undir 19 ára og undir 15 ára flokkum sko. Mér finnst það bara frábæri tilhögun, gefur það í sviðar hausum. Takk. Kannski örgurslofa hreint, ertu að meina að það sé U21 árs bara frá 10 ára eins og sé inn í flokk? Já, þetta er sem sagt 1921 árs flokkur sem var felldur niður á cirka 2016-17 ára. Það voru ekki svo margir í þessu flokki og þeir var En þess vegna er pælingin að hafa ekki sömu helgi og Íslandsmót unglinga út af því að þá geta þeir sem eru í U19 og U15 keppt í þeim flokki eins og er í Svíþjóð. Það hef ég tekið eftir að hann William Bergeblok, ef þið þekkið hann vann U21 flokkin og hann er líka síðan að fara að keppa eða er búinn að, ég veit ekki hvort að Íslandsmót unglinga sé, nei, SM unglinga sé búið, en hann er líka að keppa í U19 ára flokki og svo er það líka bara það er svolítið viðkvæmt í bortennis að ef þú nærði ekki ákveðnum árangri áður en orðin 18-19 ára þá áttu bara engan séns að fá tækifæri í landsliðið að framtíðinni. Og bortennis myndi ég segja að mínum mati er ekki íþrótt þar sem að þú ert bara búinn að ná maxinuðinni þegar þú ert 19 ára. Því að þetta snýst svo mikið upp á tækni og allt þannig að þú getur bætt það með tímanum, þú bætir það meira þannig að kannski ertu bara nógu góður þegar þú ert 27 ára en þú fékkst aldrei tækifæri þannig að já eitthvað fleiri tilhögun. Bara mjög góða tilhögun. Já. Takk fyrir Benedikt.
ég veit að stjórn hefur þegar rætt að bæta við aldursflokkum ungmenna á Íslandsmótunum og ég legg til að þessari tillögu sé vísað til nýrrar stjórnar. Eru einhver andmæli við því? Hér hristir fólk hausinn, besta mál. Næst vil ég biðja Kára Mímisson að koma hingað upp og gera grein fyrir, já, nákvæmlega. Til viðbótar, það sem stendur hérna, til viðbótar verður undir liðnum önnur mál tekin upp tillaga Kára að stofna stýrihóp félagsskráningu. Og þetta var sem sagt birt í fréttinni, breytingartillögum. Og þið getið að lesa þetta á skjánum og ég bið Kára Mímisson að gera grein fyrir sínu máli. Já. Það er bara kemur í punkt. Kominn tími til. Já, það ekki. Það er ekki, það verður bara að segjast, það er ekki góð staða á skráningamálum innan Börtnesseyingarnar. Ef við fyrir aðildarfélög, þá er það félög. Það er til og með það eitt héraðssamband sem getur ekki verið aðili að BTI. Ná biðjum að sér tekið upp þrisvar. Það er alveg á hreinu. Í öðru lagi þá tel ég það út úr kortinu að landsmót UMFI gildir með styrkleikalistan. BTI er ekki undir UMFI. BTI er undir ISI. Og það gengur þar alveg ekki að UMFI og blanda BTI og UMFI á nefna allt saman. Þriðja lagi þá held ég að það þurfa að skoða úthlutanir á kjörbréfum og þing. Það er gert, í ljósi þess að það sé gert eftir keppendum, þá þarf að skoða það hverjir eru aðildarfélög. Það er ekki í boði, ISI er gjörsamlega gagnslaust, það er í boði að skrá sig inn á eitthvað punktamót og segist keppa fyrir Snört á Kópaskeri. Það er bara ekki í boði. Snört á Kópaskeri verður bara að hafa eitthvað það að segja hverjir eru að keppa fyrir sig. Það getur bara komið mjög alvarleg mál og við höfum séð það í öðrum greinum. Ef einhver fellur á lyfjaprófi eða það myndi vera hærað úrslitum. Þannig ég held að það þurfi aðeins að skoða þetta í samstarfi við stjórnleysuð ISI og kannski hvernig önnur sérsambönd gerir þetta. Júdó hefur verið úthlutað eitthvað út frá keppendum og þeir hafa snúið við. BTI er eins og held ég alveg örugglega eina sérsambönd sem gera það. Og ef það á að gera það, sem er alltaf læg, það er alveg í boði, þá verður félagsskráningin að vera þeim mun sterkar. Hún verður að vera sterkar heldur en ef það er einhver öðru. Þá finnst mér líka samkvæmt lögum og verðt að benda á það að hérna var úthlutað einhverjum 60 eitthvað kjörbréfum. Og til þess að fólk verður átt að keppa, æfa og stunda. Þetta þarf að skoða í ljósi þess að þú ert að keppa. Ef að félag er sannlega með 3 keppendur og myndi þá fá núna samkvæmt nýja reglum eitt kjörbréf, sem leggst þetta félag af, en hefur þá helst kjörbréfið í 3 ár. Það hefur sannlega verið keppendur þar í síðustu 3 ár. Þetta gengur ekki af því að félagið hefur verið lagt niður og þá getur það ekki verið til. Vandræðalega skuli. Þannig að, þú veist, þú fórst í Sasa. Já, þannig að það þarf að skoða þetta og það þarf að vinna þetta með stjórnleysuvinnu því að ég tel þetta bara ekki í boði. Það er bara hver gegn því sem ISI stendur fyrir. Við erum heilt stjórnleysuvinnu með 4 starfsmönnum og ég fæði ekki skili í raun og hvernig kjörbréfum var úthlutað. Ég verða ekki með Stefán reyndi að svara mér. En þú gerðir besta, ég er sammála, takk fyrir það. Þú veist, því að félögin sem fengu kjörbréf í seinni úthlutuninni, það voru 2 félög í fyrstu úthlutuninni sem núna ekki bara til. Í seinni úthlutuninni þá voru fullt af félögum sem skila inn í skilakjör ISI að þau stundi ekki borðtennis. Þar alveg geta þau ekki æft borðtennis. Þau gætu að hafa keppt í borðtennis, en þau ná ekki öllum sem drepur, það er ekki séns. Þannig að ég er ekki með neina lausnir, en ég vona það að nýja hópurinn getur fundið. Ég ætla ekki að vera með neina lausnir, þar sem við veist að hreyfingarnir finna út úr þessu. Hvort hann vilji fara aftur í það að útdeila kjörbréfum út frá iðkendum eða hvort hann vilji halda áfram við keppendum. En ég held að það sé gott að fá fólk til að kíkja á þetta, hvernig gert annars staðar og hvað stjórnleysuð ISI vill gera. Takk fyrir mig!
kannski að bara ítrykka að tillagan að það sé stofnaður starfshópur til þess að fara einmitt yfir þetta. Við þakkum Kára kærlega fyrir tillöguna og vill einhver segja eitthvað? Já, gjörðu svo vel, Tinna. Þetta var nú ýmislegt rætt, en ég vildi þá allavega bara svara nokkrum atriðum sem að fyrir ári síðan, eftir síðasta þing, þá átti stjórn BT samtal við stjórnsýslusvið ISÍ einmitt það atriði að herða þyrfti á því að leikmenn sem væru að skrá sig á borðtennismót væru sannlega í félagi sem að legði stund á borðtennis. Félagi verður meðvitað hér er borðtennisdeild, við tökum þátt í svona lögum. Þá var eftir það mjög vel passað upp á þetta ár að því undantöldu að ég held að það hafi gerst á mótinu BH Open að 2 leikmenn hafi skráð sig fyrir félagið Keflavík, ekki BR sem sagt, og það er það eina á árinu sem ég tel að hafi verið skráning fyrir eitthvað svona sem að passar ekki nógu vel við þetta. Og lexían af því að við höfum verið mjög meðvituð þetta og að passa upp á þetta og hafna einhverju svona dóti á Íslandsmótum í 1 ár en samt hafi eitt slæðst þarna inn að það einmitt gott að stofna einhvers svona stýrihóp og svona vekja athygli innan hreyfingarinnar á því að það megi ekki bara taka öllum skráningum sem gefnum. Það þurfa að passa við aðildarfélög sambandsins í raun. Þannig að þá að því leytinu til tekið bara undir að þetta sé skynsamlegt að stofna stýrihópinn og jafnvel að hann endi þá á því fyrir næsta þing að vera með einhverjar breytingar á keppnisreglunum eitthvað svona einungis heimilt að skrá sig fyrir félag sem dataradara á mót. Svo var eitt varðandi hvernig þingfulltrúum hafi verið úthlutað á þetta þing sérstaklega sem ég vildi tæpa sem að lögfræðingur ISÍ eins og kom fram í fréttunum eins og því að við séð sennilega á síðunni kom með ágætisábendingu það að á grundvelli laga ISÍ væri ekki nóg að vera með keppendur í borðtennis heldur þyrfti líka að iðka og hafa borðtennis á stefnuskránni og þá var við seinni úthlutun tekin út þau félögin af boðunarlistunum sem eru ekki með neinar virkar borðtennisæfingar og tel að það sé bara frekar einfalt mál, þetta bara sami listi, bara hverju eru að keppa en tekin út þau félög sem eru bara alls ekkert með neitt borðtennisstarf í gangi. En það hins vegar alveg hárrétt að það geta gerst skrýtnir hlutir eins og, sem væri þá gott að taka til skoðunar, sem eins og það að ungmennafélagið Samherjar í Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit ákvað fyrir ári, 1,5 eitthvað svoleiðis að leggja niður borðtennisdeildina sína en átti ennþá fulltrúa á þinginu árið á eftir út af því að þau hefðu átt keppendur á mótum innan 3 ár. Þannig að það þá eitthvað sem að nefndin gæti tekið sérstaklega til skoðunar hvort að það mætti skerpa á því að borðtennisdeild sé sérstaklega lögð niður, þá missirðu bara fulltrúana á næsta þingi. En annars bara tekið þessari tillögu fagnandi. En það er rétt síðan stjórnin var líka skeitt að æfa þá líti ég að þessum fórnum hægtilega spurning til í næsta stjórn hún segir æfingarnar eru allt og lélega þeir eru ekki að stund þeir eru borðakennt ég sé svona þetta voru hlut ég er ekki löglegur en þess að segja ég mjög skýrt í dag þetta er eitthvað svona rétt til þess að fá kjörfélag verður að vera í skilakerfinu og verður keppnum og styrkja í 3 ára. Þegar að lögin útskýra ekki með skýrum hætti hvað það er að æfa og stunda borðtennis og gæti einn möguleikin vissulega verið að horfa til skilakerfisins. Annar möguleiki gæti verið að horfa til þess hvar sé formlega borðtennisdeild og vikulegar æfingar á því 3 ára tímabili þar sem styrkleikalistin talinn út frá. En ég legg bara til að þetta sé eitthvað sem nefndin skoði.
Já, ég bara legg aftur áherslu á þetta, ég sé alveg fyrir mér sko ljót scenaríó hér ef að það verið að skilgreina þetta með sko einhver svona hætti. Mér finnst þetta að klárt mál að þetta ætti að vera, ef það gerist enga breytingar fyrir næsta þing, þá þyrftir að vera á báðum stöðum til þess að ná því. Og það líka eitt sem ég gleymdi að nefna áðan, mér finnst líka mjög skýrt, verður komið skýrt fram hérna hjá skýrunum hvernig úthlutað verður kjörbréfunum. Því að restum hér í sérsamstöðum voru þau sérst að gera saman. Sá á að gera saman. Þetta er ekkert vænt að vinna með þessu stjórnarsöguna. Við þakkum fyrir góð umræðu. Eru einhver fleiri sem vilja leggja sitt á vogarskálunar? Ásta, gerðu svo vel. Já, mér kannski bara langar að þakka fyrir og undir að það sé mikilvægt að stofna að fyrir félagsframleggi og hverjir eru að ykka orðnis í því að skýringarnar sem gefna og skýra í kemurstefnunum og varðandi landsmótið með bílafagni ekki sérstaklega því ég talaði þetta hérna á Alþingi, það er viktigt að þetta ætti ekki heimilslegur í félagsstarfum en stjórnin samþykkti að þetta breyta þessi stjórnleikaristar þá sendi ég inn gegn betri samsköp en það voru alltaf eitthvað leikmenn sem fóru inn á listar í skráðu þessu eiginamóti og frá alls konar félagum sem að fletti til þess að vita hvað væri á landinu og sömur voru ekki með félagsskap og flest af þessu fætti er nokkast til að sérsta fólksins nokkuð síðan en félagin er að fá semsagt 150 ár og síðan að því að vera að tala líka að nota virka keppendur versus styrkendur þá var líka svo breytt fyrir ég man ekki hvað 12 árum síðan eftir miklar umræður vegna þess að það voru mjög mikill munur á fjölda keppenda eftir félagum annars vegar og ríkisfjölda hins vegar og sem ég bara segja að hlutfall félaga á þessu þingi breytist gjörsamlega við það að þessi breyting er. Ég held að það hafi verið til þess betra og ég myndi einast að eftir að það verður að væri bara aftur til þess að skjána. Kári? Bara að þetta stað, það var hins vegar, þetta er svona sem 20 ára sem það voru breytt. Það hefur alltaf allt annað breytt líka eitthvað miklu sterkari í þessi í dag eftir 18-20 árum. Það er svona Felix af. Getur hann haldið utan þetta í ykkur röðsálsfólkandi. Lestir eru komnir í heiklu. Það er ekki alveg sundtíma. En ég skil alveg þess að það er aðeins. Takk fyrir Kári. Eru fleiri sem vilja leggja sitt? Nei, er eitthvað sem er staðan í útfluttarleiknum? Ekki byrja? Það er frá stað? Já, gjörðu svo vel. Að minna aftur á annan fund næstu helgi með Sindri sem verður hér, eða ekki? Í þessum sal klukkan 1 á laugardaginn. Og mér langar bara að biðja alla að tala þetta í sínu félagi. Sindri er að biðja að fá þjálfara og bara aðila frá félögum, leikmenn líka, bara fá senuna sem mest og hægt jafnvel foreldra ef út í það fer. Og mér langar rétt að minnast stuttlega á eitt atriði sem verður mögulega aðeins til umræðu þar, það er hugmynd sem hefur aðeins verið í gangi stofnun einhvers konar akademíu, borðtennisakademíu, sem væri þá bara viðbót við, einhvers konar afreksstarf sem kemur svona ekki beint frá borðtennissambandinu en með stuðning borðtennissambandsins. Ég held að þessi þessi akademíu pæling sé mjög spennandi hvað það varðar að hún getur aukið við eða svona minnkað bilið frá þeirri stöðu sem leikmenn eru hér, bara hvað æfingafjölda, æfingagæði varðar, möguleika á að fara á mót og ég held að þetta sé líka mjög spennandi af því að það eru ákveðnar hugmyndir í gangi að nýta þetta mögulega sem einhvers konar kerfi til að blanda inn í þjálfaramenntunarmál og það væri voða gaman að fá alla með inn í þessa samræðu.
Þannig að já, ég vildi bara minna á annan fund og kannski biðja að allir kannski dreifi orðinu. Takk fyrir. Ef það eru vangaveltur með þennan fund, sendur það kannski ágætt að það sé tekið upp að þessu þingi loknu og ég er vissum að Jóhann sé boðinn og búinn til þess að svara spurningum. Afsól, varst þú með það? Það væri hægt að hafa það líka á netinu þegar þetta er þetta kosningadagur sko. Ok, það er bútur. Fyrir fólk að... Ert þú með, varðar það Annað mál. Annað mál, varðar það félagaskráninguna? Nei. Ok, þá ætlum ég að bjóða honum Pjotr, næstum Pjotr Hermanni. Please, make your case to the public. Hi. On behalf of Bortennis Villa Krikenesberg, I would like to share some observation from this season. I think it was a very good idea to split Icelandic Championships in 2 weeks, and maybe it's good to consider keep it like that for the future, because it allows players from lower divisions to compete with stronger division, the Masters, next week. And it's all about people are tired, yeah? And if you split it, it's way options to get to rest. And only improvement maybe to consider for the future is to also let the first and second division rest a little bit, and the semi-finals and finals should be played on Sunday. I know this season Biehau had problem with the availability of the hall because there was a dancing tournament, but maybe if we can start planning for the future, it would be a good idea to do that way, because yeah, this is very helpful for every player to have option to rest a little bit if they go to the semi-finals and finals. Yeah. Thank you. Við þökkum Pjotr fyrir hans tillögu. Eru einhverjir sem að vilja ræða hana? Varst þú að segist vilja ræða hana bara hrósa mér fyrir störf, frábært? Ármann? Örn? Nálægt. Örn? Ég langaði bara svona kannski að nefna deildarkeppnina. Nú er hún orðin svona, við erum komið 4 deildir og þetta er orðið ansi viða mikið að spila marga leiki á þeim dögum sem eru deildir. Þannig að við langar svona að verða upp að það sé skoða fyrir næsta sísón að einhvern veginn skipuleggja þetta betur eða stytta eða splitta þessu öðruvísi upp. Það er mjög mikið mál að halda á helgar þar sem deildin tekur alveg frá 8 morgunin og stundum að vera að spila deild alveg þar til 9 kvöldið. Það er orðið heavy fyrir sumar. Og mér hefur þá gleðilegt að tekur rosa mikið tíma og ég held að taki þannig frá bara almennum mótum. Það eru vilja taka þátt í almennum mótum en deildin tekur rosa margar helgar og svo er að vinna að halda mót og úrlingamót og svona ekkert mikið eftir. Til að spila í venlegu mótum. Takk fyrir. Þú til að aðtöðsamtina þú og það mætti að deildir mætti vera sjölaðari. Það er svona eitthvað að skoða þetta fer allt frá. Já, takk fyrir. Yes, Pjotr. I'm sorry, if it's not regarding Örn's proposal, Er einhver sem að vill? Já. Það var haldið smá fundur þetta deildarfyrirkomulagsmál og niðurstaðan, ef ég skildi rétt, var að það væri svona almennt ánægði með þetta, en það var svolítið verið að velta því fyrir sér hvort það ætti að prófa að hafa 1 eða 2 deildarhelgar ekki, eða svo veist 1 eða 2 umferðir ekki á helgi, prófa gamla fyrirkomulagið ef ég skil rétt. Það var alveg umræða það hvort að það væri sniðugt að fara í gamla fyrirkomulagið, en það var líka umræða að það hafi stundum verið smá antiklæmaks þegar það frestuðust leikir oft og slíkt sko.
Já, þetta var svona megin umræðan á þessum fundi, sko. Það er alveg hægt að sleppa því að fresta á miðvikudögum, alveg eins og það er hægt að sleppa því að fresta á laugardögum og sunnudögum. En þetta var allavega einhver tillaga þessum fundi. Það var líka að tala að stytta leikinn. Já. Fundurum fjallaði nú aðallega átta liða, það var nú ekkert svona tekið af eða á með önnur mál. Skúli? Já, ég man ekki núna eftir þingi sem þetta kom ekki upp í þetta. Og fyrir einasta ári svara ég aftur að ég veit ekki betur en sé almennt mjög mikil ánægð með þetta fyrirkomulag í samanburði við gamla. Guð blessi góðar hefðir. Auður Tinna. Ég var fyrir 3 vikum á Akureyri að hjálpa í þjálfaraprógramminu á Akri og fylgjast með úrslitakeppninni í 4. deild og liðsmenn Akurs tóku það sérstaklega fram að þau eru ánægð með fyrirkomulag deildarkeppninnar. Þeim fannst gott af því þau búa þarna fyrir norðan og fá færri mót og leiki eða keyra ekkert mikið bæinn þannig að þegar þau verða að hitta liðið frá Sauðárkróki og spila í norðurdeildinni sem þau stefna að hafa aftur á næsta ári svona norðurriðil að þetta séu svona, já, leikir á þessu formi sem eru núna sem eru svona ágætlega margir leikir per leikmann. Ingimar, varst þú með upprétt á hönd? Nei. Ég er bara að taka undir með Skúli. Já, ok. Gott mál. Benedikt? Ég ætla bara að segja þegar kemur að deildunum þá er ég oft að sé alltaf margir leikir og alltaf margir að mínum að þið er ekki alveg saman því að þið margskýtur sjá einlega leiki, draugulega leiki og talin tílega leikin og þannig að það var 6 einlega leikir, 8 leikir og það er bara frekar venjulegt fyrir venjulegt mál að mínum að því þegar maður ættir að geta eðlilega, ég hef ekki segið sér en það er að vera viðbúið fyrir því og ég hef ekki ómarg að segja þetta sé oflangt fyrir Takk fyrir Benedikt. Tómas Ingi? Kári? Ég er sammála með ekki mikið sagt það er bara lágmark. Ég hins vegar sammála að það snýtt alveg mikið þegar liðar áttu sko 2 deildir einn deil, fyrstu og aðra. Það er alveg það er smá sálindur ég held að mætti að speila 2 oftar undir sko á þessum félögum. Þá finnst mér dagar ekki svo lungið. Tillögum að verða sálir. Kári? Ég ætla ekki að tjá mig ég ætla ekki að tækta 2 árum þá keppti ég síðast í þessum móti. Það var ógeðslega gaman að keppa Svo er ég komin í úrslitakeppni. Þetta er að leiðast sem gert. Þetta var urlegt. Þetta voru 3 leikir, maður að rífa sig upp, keyra, alla lendi Hafnarfjörð, allt í lagi, að keppa 2 leiki, tvílaleik og 1 innleik. Og þetta voru 2 helgar sem það gera þetta. En við erum mættur stæði að spila fólk og spila slagt af því. Mér finnst ekkert að spila 1 og 2 6 eða 7 leik. Takk fyrir Kári. Við skilst að það verið breytt í ár og Guðrún, mótanefndar kona, þá er ég beðin að gefa þér orðið. Hvað viljið að ég segja? Ég sendi þér handritið. Þetta úrslitaðan fyrir semna að þetta á og í þeim tilgangi að hafa meiri spennu og hafa það fjölmiðlansleikana sem helst að vera liðsliðið neðanfyrir áður á þenni. Og það komur tillögur í fyrra frá Ástu að breyta fyrirkomulaginu í sama fyrirkomulagi spilið í deildinni og það voru mjög skiptar skoðanir þetta og við endaðum að fara þarna milliveg og lengja úrslitakeppnina að 4 leiki frekar en 3. Þannig að þetta eru mjög eðlilega ástæða til því að það væri sama fyrirkomulag, það væri úrslita eða bara endurinn á vetrinum. En það var bara svo skipta skoðanir. Með sitt fyrirkomum, en mín tilfinning var að þetta of langt og stutt að þeir sem eru all-in að keppa eins og Benni og fleiri að spila og yngri krakkarnir. En þeir sem eru fullorðnir, eldra, ég vilja svolítið styrka. Það er svona sem ég heyri utan um. Og ég veit ekki að maður að hafa eldri mann að styrka með styrkina bara í
Nei, en hérna, já, þannig er staðan, en þetta með sko að reyna svo fleiri helgar eða ferðir, það vantar alveg rosalega fleiri helgar í tímaskiptum. Það er eitt vandamál, að koma sér fyrir. Og hérna, ef við þá að splitta 4 deildum upp á, sko þetta hafi verið á 5 helgar og 5 helgar í úrslitakeppninni, þá hérna, sko eins og þú segja að hafið þetta ekki alltaf sama degi? Ekki sama stað. Já, hafið þetta sama degi. Sama degi, já, dreifir sem er. Þá þurfti félögin að hafa oftar en styttra. Svo er þetta sömu lið í öllum deildum. Já, en svo er þetta sömu þjálfararnir, það er kannski að á sama stað. Já, þetta er bara snúið. En ef þeir hafa góðar lausnir og tillögur, endilega Þá byrði ég Pétur. Ég var svo úrslitakefni bara að taka spjöð. Og mjög spennandi og skemmtileg. En hérna, ég er náttúrulega sammála því að ég finnst svo að hlustandi þetta nætti bara að vera sér. Bara helgi á laugardegi, ekki öðru við á sama stað. Getur lögum stað. Og eitt kannski viðbót með fjölda leikjafsundinni að koma á fólk erlendis frá núna á næstu árin sem er gaman fyrir íslensku keppendur sem að fá að spreyta sig innandi, en svo hafa þau svo fáir leikir að það hafa svo fáir fengið að spila það. Það er úrslitakeppninni, sko. Ok, ef það brennur ekki neitt sérstaklega á neinum varðandi ykkar, þá ætla ég að bjóða Piotr. You had another issue you wanted to raise? One question. When can we expect the fixed schedule for the league games? Is it possible to have it in end of August, for example? Why I'm asking? Because people want to plan the winter holidays, etc. People have different job schedules and we need to adjust it, yeah? Thank you. Þetta eitthvað sem er þetta að taka upp á? Við erum alveg búin að vera að reyna að flýta þessu alltaf fyrir og fyrir, en svo hefur dregist á langinn að fá svör af því að það þarf að sækja helgarnar og allt þetta. En já, ég er alveg sammála að reyna bara fyrir þetta betra. So it's the board's wish to have it as soon as possible and everyone's working towards that goal. Thank you, Piotr. Nú hefur fundur staðið í 2,5 tíma og spyr ég því hvort að það brenni eitthvað á einhverjum hér. Hvort einhver sé að brenna sig? Nei. Ég biðst afsökunar á þessum síðasta brandara og lík hér með þessum dagskrárlið önnur mál og býð Auði Tinnu formanni að flytja ræðu formanns. Kæru fundargestir, ég vil byrja á að þakka traustið bæði í minn garð og stjórnar almennt með góða og einróma kosningu á það. Eftir þingið í fyrra þá tók ég niður nokkra lykilpunkta sem voru mikið ræddir á þinginu. Hengdi þau okkur hústöflu heima á mér og hakaði við atriði þegar ég taldi þau vera komin og gerði nokkra punkta við það sem að væri í vinnslu. Og mér finnst það kannski eitthvað skemmtilegt atriði til þess að ljúka þinginu á. Af því að það er gott, við erum alltaf að horfa áfram, halda áfram. Það er gott að rifja upp aðeins líka hvað samfélagið er búið að vera með góðar tillögur og margt búið að ýta hlutunum í rétta átt. Og eitt af því sem við einmitt vorum að tala um í fyrra, taldum hérna síðasta punkt, var að mótaskrá væri fyrr birt og það tókst í fyrra, hún var komin fyrr heldur næstu 2 ára á undan. En þetta er alveg rétt sem Guðrún segir, að þetta er svona samspil stjórnanna í félögunum sem við tilheyrum og borðtennissambandsins að fá að ákveða endanlega hvaða helgi er hvað. Það er með fyrirvara svolítið fram í grann, það er erfiðir sem sé. En ég tel að við getum gert mögulega eins og norska borðtennissambandið og fleiri og byrt svona nokkra hluti sem er búið að ákveða og svo fyllt inn í eyðurnar eftir það sem kemur meira í ljós. Já, þess vegna fórum við að fyrir 2 árum þá leið Sigurjón þegar við vorum saman í þessu að setja fyrst niður deildarhelgarnar og Íslandsmótið. Já. Og svo púsla hinum mótunum svona í kringum. Nákvæmlega. Og núna eins og Sindri er búin að koma einhverjum tillögur um hvaða helgar hann komið, þá getur það líka verið
En já, það var eitt atriði sem við ræddum. Annað atriði sem við ræddum voru svona ákveðin unglingamót, það var tekið fyrir. Við ræddum sérstaklega varðandi hérna hvort að RIG-mótið og UMFI-mótið ættu heima á styrkleikalista og komist á fínum pælingum í tengslu við það. Við ákveðum að auglýsa í nefndirnar sem við munum örugglega gera aftur og út úr því kom meðal annars að við fengum nýjan hérna formann dómaranefndar sem búinn að vera hjálplegur í ár að senda hérna tölvupósta því að við örugglega fengið þetta hérna hvort að fólk geti hjálpað til að dæma í deildinni og þessi borgar svo og svo mikið fyrir það. Og tengist einmitt því að á síðasta fundi var Pjótr með ákall það að hérna dómgæsla myndi færast á hærra plan og myndum halda frá að bæta okkur þar. Og það eitthvað sem stjórn hefur verið að gera undanfarið. Við fengum 18 nýja landsdómara, við erum búin að auka mót það sem verið að greiða fyrir dómgæslu og ég held að við séum alveg einhuga að halda áfram að fara í þá átt að Ísland hérna hækki standardinn í dómgæslu á mótum. Svo var það bara sem ég ætlaði að nefna varðandi eitt var að fyrir ár síðan var svona svolítið rætt hvort að Bortennissambandið myndi taka upp svokallað leyfisgjald, svona license fee sem að leikmenn væru þó að borga fyrir að fá að taka þátt í seasoninu, hvert season sko. Af því að það hérna eiginlega bara allstar í Evrópu hérna þar sem fólk borgar eins og 5.000 kall eða einhverja tölu fyrir að bara fá að taka þátt hérna í hverju tímabili af því að það alltaf kostnaður sem tengist því að halda um styrklega listan og skiplega þetta allt og nefna yfirdómar í deildina og annað slíkt. Og á því ári sem hefur liðið þá hefur stjórn ekki tekið neina afgerandi afstöðu akkurat þetta mál en aflað sér svolítið upplýsinga hvernig þetta gert á Norðurlöndum, Vestur-Evrópu og víðar hvernig þetta sé innheimt ef þetta eitthvað sem við ætlum að taka upp. Og Sindri landsliðsþjálfari, hann hvetur okkur til þess að gera það. Hann segir að þetta getur verið bara 5 milljónir auka í kassan og bara pælið endilega í þessu. En hérna, við allavega, ég vildi nefna það að þetta eitthvað sem verður þá kannski bara skoðað áfram. En já, þetta var þá ræða formanns og ég hvet ykkur til þess að bara halda áfram að hafa gaman að íþróttinu okkar, halda áfram ykkur óeigingjarna og góða starfi og að því sögðu þá slítið þingi. Takk fyrir okkur. Ja,